Hey folks, velkomin í flæðiskýrið með Rökkva og Jóa og hjá okkur í dag þá það Bjarni Gautur Tómasson sem kvikmyndagerðarmaður og nýkominn frá enn eina ferðina, hann á metið í að koma oftast til okkar. Hann var metið. Já, ég finnst það svo skemmtilegur sko. En hann að koma frá Cannes kvikmyndahátíðinni í Frakklandi. Hún að vera þar í 2 vikur fyrir Troma kvikmyndaverið sem eiginlega svona B-mynda framleiðandi en var á Cannes. Sem manni finnst kannski pínu skrítið því að Cannes yfirleitt svona, maður hugsar kannski svona snobb hámenningar myndir þegar maður hugsar Cannes. Og þá maður að hugsa út fyrir raman og segja hvað hámenning og hvað lágmenning. Já, og þetta getur oft svolítið verið eins og hringur að þegar þú ert komin í nóg mikla lágmenningu þá allt í orðin list aftur. Já, ég veit, nákvæmlega. En segðu okkur eindilega frá þessu ferðalagi. Varstu bara að koma heim í gær? Já, ég ætla nú að taka fram að Troma þetta elsta óháða kvikmyndafyrirtækið í heimi. Já. Og þeir búin að vera að fara til Cannes síðan 1971. Hvað þetta fyrirtæki gamalt? Það bara var stofnað 71. Já. Og tók upp nafnið Troma 74. Og undan því það 58th Street Films og Armour Films. En þeir hafa farið þarna okkur einasta ári síðan 71 hafa þeir farið til Cannes að frumsýna minnst okkar eina bíómynd. Og var það þegar Cannes byrjaði bara? Nei, Cannes þetta búin að vera þetta 70. árið. Já, ég svo illa að mér þetta allt þess að með þig. Cannes byrjaði fyrir 70 árum og hugmyndafræðin hjá Cannes var að á þessum tíma Cannes þessi staður sem fólk fer á í Suður-Frakklandi og fólk fer til Cannes til þess að baða sig á ströndinni. Já. Nema á þessum tíma var alltaf hræðileg rigning á þessum 2 vikum. Svo hægt og rólega breytist þetta bara í ok, núna þegar rigningin kemur í 2 vikur þá ætlum við bara að horfa á bíómyndir. Já, þetta bara svona eðlileg þróun. Já, og núna þetta umhverfis allt svona aðeins búin að breytast og það ekki jafn mikil rigningan lengur. Svo núna bara rosa heitt en þá kvikmyndahátíðin í gangi. Já, það líka svolítið merkilegt með Frakkland að bæði það þannig að frakkar eru opaslega franskir og miklu svona þjóðverðni sinnar. Já. Og ég ekki að meina það nefnilega á vondanhátt, bara svona heimakærir, að þeir ferðast opaslega mikið bara innan Frakklands. Nefnilega. Frekar hann að fara kannski, til Spánar eða eitthvað eða Bandaríkjanna, þá fara þeir bara og Frakkland rosalega víðáttum mikið og mjög svona ólíkt land á ólíkum stöðum. Það eru Alpasvæðar, það eru svæði sem alveg eins og Spánn og þú getur í rauninni ferðast endalst Frakkland og alltaf verða að skoða eitthvað nýtt. Og þeir tala ekki mikið ensku hana og þeir líti alltaf eins svona skringilega á því ef þú ert útlendingur. Meira að segja þóttu þú ert að koma á kvikmyndagerðarhátíðina sem búin að vera í gangi í 70 ár. Það ennþá svona, hvað ert þú að gera hérna? Já, þeir vilja svolítið eiga þessa hátíð. Já, og líka bara þessa borg fyrir sig. Svo maður alltaf smá svona óboðinn þegar maður kemur að fólkinu sem býr hana. Já, það náttúrulega svolítið eins og með túrismann hérna á Íslandi, það margir Íslendingar grautfúlir yfir að það eru túristar út allt á öllum stöðunum sem það voru vanlega. Já, það getur farið illa í fólk, ég veit ekki af hverju það kannski bara, ég veit ekki alveg af hverju fólk kannski svona átróningur að þeir alveg eitthvað. Já, ég skil það kannski meira með Cannes, að kannski Ísland líka en þessi fengum held ég 3 milljónir túrista á þess ári, en á Cannes þetta kemur fólk frá öllum heimsvæðum á þetta eina svæði og þetta öllum eiginlega slétt saman þetta svæði nema þessum 2 vikum svo þetta örugglega mikið svona influx af fólki sem kemur bara allt í einu og ég trúi því alveg að það örugglega fyrir taugunar á mörgum. Þetta örugglega svolítið eins og þjóðhátíð í Eyjum að margir fara bara upp á land þegar að margir sem búi í Eyjum því þetta nenn ekki. En Troma búin að fara hana síðan 71 og Lloyd Kaufman sem stofnaði Troma þegar hann fór hana fyrst þá svaf hann á ströndinni og var bara með 16 mm filmu í vasanum og fór hana bara alveg einn og Troma hefur farið hana síðan hver einasta ári og alltaf frumsýnt nýjustu myndinar. Já. Alltaf þetta góður stað til þess að frumsýna mynd og gegnum áran hefur þetta alltaf stækkað og var ekki fyrir svona 1984 þar sem Troma virkilega fór að sína fram, í rauninni var 81-82 en þau tóku bíómynd í Cannes sem heit The Last Horror Film sem var bara tekin upp í Cannes-hátíðinni og rosa mikið á svona það sem maður kallar svona guerrilla filmmaking þar sem fólk með mjög óhátt hvernig fólk tekið upp en þess að þú mætir hana bara með kvikmyndavél á rauða dreigilinn og tekur upp þannig séu óleyfi. Þú ert ekkert búin að tilkynna komið þín eða setja upp sett þú bara Nei, notfærið bara skæru hernaður í kvikmyndagerð nefnilega,
þú bara notfærið hann er einhver frægur aðeili, tökum hann upp Já. og Troma eins og þú segir, þetta rosa lítið fyrirtæki og þeir hafa ekki markaðspening eins og Warner Brothers og Disney svo sem þeir þurfa að gera er að þeir þurfa ofta að sína að þeir eru til á einhvern annan hátt og eins og þegar þeir fóru með myndina Toxic Avenger sem svona einn stærsta myndi að Toxic Avenger persónan lítin á sem svona Mikka Mús Troma. Já, hann svona fígúra sem að stendur út úr Já, hann svona eitt aðalfígúrunum og í þeirri mynd það rosa mikið á svona ég veit ekki alveg íslensk orðið, aerobics svona fimmleikar þannig, sem var rosa vinsælt á þessum tíma út af fólki eins og Jodie Foster og þá var Trómalið bara með sitt eigið svona fimmleika svona æfingar setup, þar sem þú bara þú gast æft hvernig að gera svona almennilega fimmleika með leikstjóranum og allt þannig svo þeir alltaf að finna svona aðrar og nýja leiðir til þess að fá athygli og eins og ég segi, þeir er búin að vera komana í 40 pluss ár og það er rosa mikið af fólki sem búa þarna sem hafa sagt við okkur að það væri ekki til án Troma að þetta er orðin svo stór hluti af hátíðinni að vera með hana fíblagangana. En fá Troma einhvern tímann verðlaun á hátíðinni eða eitthvað svoleiðis? Það hefur aldrei gerst. Þetta er meira svo olbúabatt svona sem að... Já, við fáum alltaf, við fengið bréf sem segir takk en nei takk. Er Troma kannski soldið eins og þessi svartu söður í ættinni sem að allir tala og allir hugsa bara, ég vildi hann myndi flytja til útlanda eitthvað svona, en svo þegar hann flytja til útlanda þá var ekkert til að tala og ekkert skemmtilegt lengur. Því að all fjölskyldan gekk út og talaði illa vitleysinginn. Já. Ég held að það sé kannski svolítið svoleiðis hjá Troma. Að þú þarft smá svona, þú þarft hennan aðeila sem var smá svona, þessi aftur. Já. Til þess að hafa smá gaman hann líka. Þannig að þetta væri bara, og ég tók eftir því núna, ég er búin að fara núna 2 til Cannes. Ég fór 2013 þegar frumsýndum Return to Nukem High, Volume 1. Já. Og núna voru að frumsýna Volume 2. Og ég vann á báðum endunum, svo ég þurfti að kíkja með. En Cannes-hátíðin hefur breyst alveg gífurlega mikið, þú veist, þetta fyrsta ára sem Warner Brothers eða Time Warner komu ekki það vantaði rosa mikið af stóru fyrirtækjunum og það eru þetta margar, veist, kannski er það út af hugsanlegum hryðjuverkaógnum. Ég veit að bærinn sjálfur var tróðfullur hermönnum og lögreglamönnum með hrískotabyssur, allir rosa varkárir, allir bara búast í því versta. En það gæti líka bara verið vegna þess að internetið er búin að gjörbreyta markaðanum og þessi stóru fyrirtæki hafa nú bara verið að missa pening á því að kíkja á Cannes. Svo núna er þetta búin að breytast þannig að bara það tekur því ekki lengur að fara á Cannes. Já, þeir nota bara internetið frekar. Já. Og maður tekur alveg eftir því vegna þess að á þessu ári þá var Michael Bay að frumsýna Transformers 5 sem er á Cannes. Já, það er nú á allan hátt meira russeldur nokkuð sem að Troma gerir. Nefnilega, og það finnst mér eiginlega eðalega Cannes meira en eitthvað annað. Það er svona, og það sýnir mikið að svona, hvaða eru fáar myndir, eða svona stóra myndir sem eru að reyna að íta sér áfram núna í þessar hátíð. Fyrir þá sem ekki vita, þá eru náttúrulega Transformers myndinar einhverja risvélmenni sem geta breytt sér í bíla og flugvélar og eitthvað. Já. Og þetta er argasta rusl, þetta er hallasett og kjánulegt. Þetta var búið til af japanskum fyrirtæki sem heitir Hasbro til að selja leikföng. Já, þetta er fínt fyrir börn og Transformers voru æðislegar teiknmyndir þegar maður var krakki en þessar bíómyndir sem eru með leiknum persónum og þessum vélmennum eru bara eitthvað hallarslegasta drasl sem til er og munurinn á Troma er að Troma veit að þetta er svona grín. Já. En Transformers er svona bull sem að reynir kannski að taka sig alvarlega. Nefnilega. Og er bara alveg hræðilega kjánulegt. Það er svona satýra sem Troma gerir. Þeir taka fram svona, þetta er ekki sniðugt hjá okkur. Það er alveg í nýjustu myndinni, Volume 2, sem vorum að frumsýna núna, þá kemur eitt skrýmsli sem kemur fram í myndinni. Það var bara ekki, settur nú mikið peningur í það, kostaði $2,000 og það leit ekki vel út. Já. Svo áður en aðeilin breytist í skrýmsli, þá tekur hann fram, vondi breytist þið ekki illa gert skrýmsli, sem kostaði $2,000. Og það myndi aldrei heyra neitt þannig í Transformers, þannig að þeir halda allt lítur rosa vel út, sem það gerir ekki. Þetta er kallað á ensku að breaking the fourth wall, eða brjóta fjórða vegginn. Það er talað með þessi fjórði veggur sé á milli áhorfandans og sögunar. Já. Og þegar þú talar beint við áhorfandan í rauninni og viðurkennir þetta sé saga, þá ert að brjóta þennan fjórða vegg. Nefnilega. Og þetta getur farið rosalega í töðanum þegar þetta er gert, en þetta getur líka verið fyndið. Þetta er svona viðkvæmt. Það er þið gera nokkur sinnum í nýjustu myndinni og það komur óvart að mér fannst það virka hvert einasta sinn. Já, yfirleitt finnst mér óþolandi þegar að sagan segir mér að ég sé áhorfandi að sögu sko frekar. Já, ég tek undir það líka. Yfirleitt finnst mér óþolandi. Ég held að Wayne's World fór ekki töna með því að gera það í þeirri mynd og mannsættir henni. Þá er aðalpersónan leikinn af Michael Myers mikið að tala við áhorfenduna
en það virkaði rosa vel líka í þessari mynd. Já, mér fannst í þeirri mynd samt að maður geti ímyndað sér hann var að tala við áhorfendur sem væri hluti af sögunni, sko, en ekki mig. Nefnilega, já. Ef það er verið að tala við mig. Já, virkaði svolítið þannig. Já, það var aldrei líka þannig í Volume 2. Já. En ég hef nú farið 2 sati í Cannes og gríðarlega breytingar sem bæði átt sér stað á þessum 2 árum. Aðalega út af þessari lögreglum sem var hann út allt. Já. Það þegar við fórum hana 2013, þess að ég segi, Troma alltaf að gera eitthvað rosa skrítið til að reyna að fá athygli. Og þegar við fórum hana 2013 og fengum við kannski, það voru 20 fréttamiðlar að tala okkur dag. Og bara fórst á Google, skrifaði Troma Cannes og það fannstu svona 20 mismunandi fréttaaðila að segja frá hvað Troma var að gera á hátíðinni. Já. Og núna þá voru við rauninni stoppaðir á lögreglunni í hvert einasta sinn og ætluðum að gera eitthvað. Meira að segja eftir að við erum búin að fara niður á lögreglustofu og fá leyfi og það skiptir enga máli hversu oft við töluðum við þá og þeir voru alltaf að heiða sér eins og svona hvað er þetta pólitískt, hvað er það að gera, er það mótmæla? Sem var líka smá erfitt en þess að þegar við vorum 2013 þá kölluðum við okkur Occupy Cannes. Það hljóma alltaf pólitískt nú þegar en það var samt, við vorum stoppaðir mun oftar núna, sko. Er það ekki einmitt bara út af þessari hertu gæslu og Jú. Og svona hríðverkahættu og allt það, mennur svona aðeins meira varðbæki. Þetta er skiljanlegt, því að það er svo oft að gerast núna að einhverjir byrjar að keyra bíla inn í þögur. Já, einmitt. Það virðist vera það nýjasta, sko. Já. Og Charlie Hebdo er nýlega og það voru þessar hríðverkaárásir þarna hjá. Var í Nice sem er bara klukkutíma í burtu frá Cannes og þetta, þegar við vorum í Cannes þá þetta keyrði aðilinn í Times Square yfir 60 manns og sem var Ariana Grande sprengingin í Manchester. Svo ég meina, maður skildi alveg að fólk var varkást, það kom hann ekkert á óvart þannig séð. Það sem var kom hann á óvart og Lloyd Kaufman sjálfur tók þetta mjög persónulega sem var að gerast. Það var vegna þess að Disney var smá að auglýsa Pirates of the Caribbean 5. Það var eina myndir sem þeir voru að auglýsa á staðnum. En þeir voru sko með fólk með grímur og klæddir í þessar sjóræningar með alvöru sverð og byssur sem litur mjög raunverulega út þóttu að vera gerðbyssur. Þegar við reyndum að labba nálægt hátíðinni, kannski með skilti eða með grímur, þá voru við stoppaðir og sagði bara nei, þið með ekki með skilti, með ekki með grímur. Þóttu að við erum búin að senda alla áætlunum okkar til lögreglustöðunar, hann með 2 vika fyrirvara og síðan gerist það líka að einhvern tímann þegar allt var svona var búið, það ætluðu ekkert bara að labba svona að sem var að frumsýna myndir, bara til að skoða, bara í rauninni sem túristar, ekki sem fólk hjá Troma og við vorum stoppaðir venni að seinna okkur væri Troma ból. Það bara máttu við ekki fara inn. Hins vegar, við hugsuðum það, ef ykkur ákvaða að gera hryðjuverkaárás í Cannes, hann myndi hann ekki sitja á sig toxi grímu, hann myndi nú bara klæða sig upp eins og Jack Sparrow, en þess að löggan lyfti þeim nú hvert sem er. Já, en það er náttúrulega þegar Disney á svo mikla peninga. Nefnilega, svo þetta var svona Lloyd Kaufman persónulega tók þetta mjög persónulega. Þannig að þetta er svona, þó að þetta sé afskaplega sorglegt að svona þurfi þetta að vera, þetta gott að vita að það sé þá nokkuð örugt fólki sem er þarna? Já, að vissu leyti. Það er hann að eins og Lloyd hugsaði þetta, þá var eins og þau var að reyna að notfæra sér það að notfæra sér hryðjuverkaógnina til þess að lifa okkur ekki að gera neitt. Já, það er svona, og það er ekki endilega fyrir þeim, sko. Vita hvað kemur af hverju, en þeir geta augljóslega notað sér að þegar þeir. Og einkenningin sem ég heyrði frá öðrum kvikmyndagerðarmanni sem vann á Tim Burton myndinni nýju, hann sagði bara, ég held að löggan er nú bara leiðist bara. Og það er ekkert að gerast og það getur bara böggað ykkur. Það er búið að ráða 10.000 lögreglumenn þannig að þeir þurfa að gera eitthvað. Já. En síðan var sko, við kerta núna árlega sem við höfum svona sem heitir zombie crawl, það sem fólk í klæddir þessu uppvagningar er að labba Cannes-hátíðina og því ég var hérna 2013 þá vildi ég ekki vera uppvagningur, þannig að ég mista að vera svo óspennandi. Já, þetta er svo ofnotað eitthvað. En þá í staðinn ákveði ég myndi vera fórnarlambið. Já. Og þau klæddu mig upp í kjól sem ég myndi vera svona mesta fórnarlambi í heimi. Já. Svona er alltaf í fólk horrorhylling sem myndir oft svona kona öskra. Kona hlaupandi í hvítum kjól frá einhverjum uppvagningum og varúlfum. Með ljóst hár. Já, með ljóst hár. Svo ég var valinn í það hlutverk þá ég var mjög skeggjaður. og 2013 þá voru við bara beint fyrir utan rauðadreglina sem þú veist Michael Fassbender var að labba sem elska sem Troma var að gera, hann talaði oft okkur í fjölmiðlunum þetta árið, hann fílaði allt í botn svo vorum að gera
og uppvagnar komu að ríðast á mig, skýrt úr blóð og eyðilegu kjólið minn og þetta var bara gert alveg beint fyrir utan hátíðina og síðan núna sko þegar vorum að fara að gera þetta árið þá bara svona, þá var búið að kaupa kjól handa mér aftur og allt það sagði ég bara, ég held að við ættum að sleppa þessu og við breytum þess að þannig að uppvagningarnir myndu vera hana þeir myndu ekki líta raunverulega út þeir myndu ekki vera með neitt blóð á sér og þeir myndu ekki vera að láta þessu uppvagningar það myndu bara svona dansa og hafa gaman svo það væri alveg augljóst þess að það var sko fólk handtekið mánuði áður en hátíðin byrjaði þessi fólk var samkvæmt lögreglunni að simulata að hafa lent fyrir árás og ég hugsaði bara að það veri óspennandi fyrir fólk meina sem þau kom þannig í burtu frá hátíðinni sjálfuri bara þannan dag að fólk myndi sjá eitthvað út á daginn í blóði það myndi bara fara illa í fólki svo við tókum undir það við ætluðum ekki að gera það sem mætum hann niður eftir og við erum að tala við lögregluna og lögregla segir bara já þið með gera þetta við vitum að þessu við fáum leyfi og síðan byrjuðum við fólk sett á sig make-upið og þannig föðrunna og síðan bara 5 mínútum þegar við byrjum að labba stað þá eru bara umkringdi 30 lögregluminn með hríðskotabyssur sem segja bara nei þið með þetta ekki og við vorum rétt á hann að tala lögregla og segja já við vitum að þessu þið gera þetta hverjum stári gera þetta bara svo þetta er nú bara óþolandi já og þetta er svolítið mikið að því góða og við fórum til þess svona þetta fór smá í okkur svona pirringurinn en þess að maður hugsa út í það svona það er hana tilvitnun sem ég fíla rosa mikið frá honum frá hana David Cole sem segir þú getur ekki verið hálf fasisti annarkvort má enginn vera með grímur eða allir vera með grímur en ég held að vilja allir vera hálf fasistar að vera fasistar á móti öllum sem þeim líkar ekki en mjög sem sagt frjálsindir með þeim sem þeim líkar við nefnilega og ég held að sko að myndi fara að vinna í taugunar okkur ef það var sagt líka við Disney hei þið með ekki vera með sverð þið með ekki vera með grímur en þess að bara við sem áttum ekki gera neitt það fór þetta rosa mikið í taugunar okkur já ég skil það líka því að Troma er náttúrulega svona í rauninni mjög sjálfstætt og lítið kvikmyndaver og eins og þú talar að Lloyd Kaufman sem er svona stofnandinn er bara hann byrjar að fara bara einn með filmur og sofa á ströndinni og svona hann er ákveðin svona hetja svona eins og svona skæruliða hetja í kvikmyndagera bransanum að hafa þraukað þetta og hann er ekkit eitthvað moldríkur maður í dag býst ég við nei. Hann er bara eyða öllu sínu púður og ástríð í myndir og ódýrar myndir og hann myndur aldrei vilja fara til Hollywood eða eitthvað að það er svolítið leiðilegt þegar þú þarft að leggja allt þetta á þig og það eru örugglega rosalega margir sjálfboðaliðar að vinna fyrir Troma sem fá ekki neitt borgað fyrir að klæða sig og farða sig sem zombie og eitthvað að það er rosalega leiðilegt þegar að það er svo allt eyðilagt með einhver svona Nefnilega, við vorum 20 manns allt í allt, við vorum í hótelherbyggi sem var búið til fyrir 4 við sváum flestur á gólfinu og allir sem voru þarna fóru þarna á svona eigin pening það er bara að við keyptum okkar eigin flug með það fengum hennar stað, Troma keypti hótelherbyggið en síðan þurftum við bara að tróða okkur og vera þar inn í 2 vikur saman Já, þú til dæmis, þú vinnur á leikskóla þú ert ekki eitthvað með einhver ofur laun til þess að þú þarft að spara til að kaupa þér flugmiða og býsti við og... Nefnilega, ég var að taka auka næturvaktir ekki á leikskólanum auðvitað en það er ekki næturvaktir en ég er í 2 vinnum og ég þurfti að taka auka næturvaktir alla vikuna áður en ég fór út bara svo ég gæti átt pening fyrir leigunni og það er bara allir aðrir hafa svipaða sögur sem voru að hana og maður er að gera þetta sem maður hefur ástriði fyrir þessu maður vil vera að styrkja þetta fyrirtæki og styrkja bara óháða kvikmyndagerð yfir höfuð og það er leiðilegt að mæta hana sérstaklega eftir að maður er búin að fara hana 2013 sem við gerðum í rauninni allt sem ætti að vera að gera og við fengum ekki að gera neitt Og þið ætluðu að gera svona zombie söngleik, það hefur verið, er það ekki? Troma hefur gert eitthvað Zombie the Musical, er það ekki? Svona zombie söngleik áður. Þið gerðu Cannibal the Musical, sem Trey Parker úr South Park leikstýrði. En ég fullir ekki hvort það hefur verið gerð zombie söngleikamynd, myndu veðja á það? Jú, hún heitir Poltergeist, sem er hana, það er byggt svona kjúklinga veitingastaður ofan á grafir hjá Indjánum. Já, heilaga grafreit Indjánum. Og andi Indjánuna fer inn í kjúklingana og venast að þeir hafa þjást svo mikið saman, það breytast þeir í svona kjúklinga uppvakinga. Já. Og það er mikið að lögum í þeirri mynd. Já. Það er líka í tölvuleiknum Plants vs. Zombies, þá eru kjúklinga, uppvækningar meðal annars. Já, kemur kannski bara frá þeir í. Ég veit ekki, þetta er alltaf skemmtileg tilvíðun. En já, en þið ætluðu að gera svona svolítið zombie söngleik og sem er svolítið sérstakt af því að yfirleitt hafa zombier þurft að vera í þessu, eða uppvækningar þurft að vera í þessu hlutverki að þeir eru vondir en þarna ætluðu að syngja og dansa og það var eðilegt, þeir ætluðu loksins að vera skemmtlir og vírinlegir. Já, við ætluðum að gera þetta er fasismi.
og það annarkvort verða alla leið í fasismann eða ekki. Annarkvort segir líka við Disney því mig þetta ekki heldur eða enginn. Já, og þetta líka leiðilegt af því að eins og við tölum hvernig Tróma byggt upp bara sjálfboðavinnu og ástríðu að Disney byggt upp sem peningaveldi. Nefnilega. Að brjála peningaveldi og það kvikmyndaver sem myndi oft gera bíómyndir sem að enginn í rauninni hefur áhuga á að gera að neinu leyti nema til að græða peninga. Þú veist, auðvitað margt fínt sem kemur frá Disney líka en ég samt að segja að þetta svona svolítið leiðilegt að eitthvað stórveldi getur bara valið það sem þeir vilja fá að gera og eitthvað svona kapitalistar. Já. Það bara þannig. En þið hlustið á Flæðiskir útvarpi sögu, Jóhann Kristjánsson heiti ég og Rökkvi Ísleifsson hérna með mér og gestur okkar, Bjarni Gautur Tómasson, kvikmyndagerðamaður hjá Troma Pictures og við ætlum að fara í auglýsingar og koma svo eftir skammarstund. Já, franska hlustinn Daft Punk, Get Lucky heiti þetta lag. Gott lag. Eru þeir í alvörunni franskir? Þeir eru franskir. Pharrell Williams, hann ekki Daft Punk? Pharrell Williams ekki í Daft Punk, hann gerir þetta lag með þeim. Já, ok. Pharrell Williams heldur sér frá Kanada. Já. Hann var alltaf með svona risastóran hatt. Svona kanadaskan hatt. Hann alltaf með þeim í þessu lagi. Já. Og þeir eru svolítið svona dulúðs hljómsveit með hjálmann og þeir eru alltaf með svona grímur, enginn veit hvernig líti út og það er rosa mikið teknið frá hljómsveitinni Space, hefur ekkert hlustað á þá? Nei. Getur hlustað á lagi Magic Fly með Space og eftir, það er eitt uppáhaldslagið mitt. Það er klikalag. Við skulum finna það eftir. En Bjarni Gautur Tómasson, þú ert gestur okkar í dag í Flæðiskirinu, Jóhann Kristjánsson heiti ég og Rökkvi Ísleifsson hérna með mér. Við erum að tala hátíðina í Cannes. Cannes hátíðina, já. Og Tróma þar. Þetta var rosa öðruvísi að fara hann aftur núna og komið til óvart. Það hefði kannski ekki að gera það með við kringustæður. Nei, þú færð nú ekki að sjá eftir þessu ég frá. Nei. Það er, leiðið ég kom heim, við vorum að jóka þetta á staðnum þegar við vorum svona, hvað er leiðilegt að eyða allir þessu pening og tíma í að koma og gera hluti þú getur ekki gert það. Og sér hann bara sagt bara, þú mun bara muna eftir jákvæðu hlutunum þú kemur heim. Og það er þetta að byrja bara að vera þannig strax að maður kom heim. Já, þið verður bara að gera zombie-söngleika einhvers staðar annar staðar sem er óáhugaverður staður fyrir hryðjuverkamenn en að ráðast á. Kannski á Íslandi. Já. Ég held að enginn hefur áhuga á Íslandi auðvitað hryðjuverkamaður en úr kvikmyndagerðamaður hefur gríðarlegan áhuga. Já. Það er Tróma verið að tala um það þeir vilja taka næstu myndina sína á Íslandi. Já, það er náttúrulega margt við Ísland alveg með landslagið að það er eitt sem að mjög margir til dæmis segja sem koma til Íslands frá Þýskalandi og þessum löndum í Evrópu er að það er virkilegt að sjá allt landslagið á Íslandi af því að það eru svo lítil tré hérna, lítið af þeim og þau eru lítil að þegar þú keyrir í gegnum Svíþjóð til dæmis Þýskaland oft, þá sérðu ekkert nema bara tré nema þú farir upp á tindin á fjallið eitthvað, þá sérðu landslagið. Já. Og Ísland hefur svo mikið svona opið landslag þannig að það er oft svo flott að gera þess vegna eru stjörnustríð skilur tekin upp hérna nýjasta myndin meðal annars og Ridley Scott myndina geimverunar og meira þess að seinni heimsstyrjaldarmyndina sem Clint Eastwood tóku upp hérna. Já, ein af Batman myndinum og það er fullt af svona myndum að því þú ert með landslag sem er hvergi annar staðar og þú sérð allt. Ísland er bara eitt stórt svona kvikmyndaver. Já, í rauninni. Það gæti verið einhver staðar í Evrópu, einhver staðar í Asíu, einhver staðar í Nýja Sjálandi, þetta gæti verið annarri plánetu. Ég held að þið tóku upp hluta 2001 Stanley Kubrick myndinni, þegar hann er í Júpiter, það er bara Ísland, skils mér. Já. og það er líka þannig að heiminin á Íslandi maður skilur þetta bara með samanburðin heiminin á Íslandi er mjög fallegur því hann er mjög hreinn og ég hef heyrt eins og fyrirverandi frá Kanada sagði að eins og heiminin á Íslandi sé stærri. Það er af því að mengun virðist trengja sjóndeildarhringinn og sjónarhornið og heiminin á Íslandi er mjög fallegur ef maður byrjar að hugsa það maður bara hugsa ekki það þegar maður er vanur þessu af því þetta er alltaf svona flott alveg eins og við hugsum hvað er gott veður á Spáni meðan Spánverðin er bara það er bara venjulegt veður í dag. Þannig að þú veist, þeir fá betra veður við erum í dag bara alveg, mér langar út hvernig er þetta átti búin svo ég fá að fara út í sólina skiljum við, af því það er smá sól en eins og í, þú veist, Cannes er þetta bara frekar lélugur dagur hjá þeim. Já, þetta er bara gríðarlega ofheitt í Cannes, myndi ég segja. Ég var nú 2013, var rosa mikið rigning líka sem var svona, komur óvart þannig að það er ekki búið að rigna þannig svona mikið síðan 47 en það er allt of heitt í Cannes, það er bara óþægilega heitt. Og það fyndi vinkona mín, hún Meg Elizabeth sem leikur í Return to Nukem High Volume 2 hún kom til Íslands og hún kom til Íslands tvisvar bara þeim tilgangi að sjá norðurljósin og hún fekk aldrei að sjá það hún fór í rútuna og keyrði allt, sá það aldrei og sér allt leið og fann aftur til New York og kom ég svona, þannig er það beint fyrir utan húsið mitt. Sko ég hef verið svona leiðsögumæður í norðurljósaferðum og það er kannski í svona þriðja hvert skipti sem þú sérð eitthvað teljandi norðurljós. Það var svona mín svona ágiskun. Ég er ekki að segja að ég sem er fullkomna tölfræði yfir það. Ég myndi segja að norðurljós sem hér sem við sjáum hérna frá Reykjavík
þau eru ekki neitt með það sem sé fyrir norðan. Nei, þú þarft að fara út úr ljósmenguninni, sko. Já. Og sem sko fjólublá norðurljós sumstaðar, sko. En ég bý í Fossvoginum, stundum bara hér að lappa út með hundin og líti upp, þá sé ég alveg flottustu norðurljós sem ég get ímyndað mér. Já. Og hún var nýkomin heim til New York og reyndi að taka ljósmyndir með símanum mínum og ég með svona drasl síma, svo það virkaði ekki neitt. Sko, ef þau eru rótsterk, þá bara yfir stígaðu ljósmengun, alveg léttilega. Ég hef séð rótsterkustu norðurljós allra tíma sem ég hef séð bara í Reykjavík, bara hjá Perlunni eða þar. Og þau myndi bara vera ennþá flottar ef þú færir eitthvað út á land þar sem ekki ljós. Já. Sko, ég reyndi einhvern tíðan að taka myndar norðurljós sem venjulega myndavél og ég fekk bara svartan himinn. Já, þú þarft sérstaklega tækni. Já, ég held að maður þarf rosa góða myndavél að ná svona góðri mynd. Já. En þetta einmitt, Ísland eins og vorum að tala rosa frægur staður fyrir upptökur. Ég meina, eina myndin sem ég veit sem hefur verið tekin upp í Cannes á hátíðinni myndin sem Troma gerir sem heitir The Last Horror Film, sem ég mæli rosa mikið með, en hún kemur út hún tekin upp sama ár og Ronald Reagan skotin af John Hinckley. Hún er að fjalla svona, og þeir svona notfæru sér það, en þess að myndi fjallar svona geðsjúkamann sem að fara til Cannes til að elda svona stórstjörnu. Og titillinn hljómar svolítið eins og Troma sé að leggja blaupana. Já, þannig að það var sko sagt, það var New York Times gerði grein sem segði hryllingsmyndir eru dánar. Það kom þá gerum við senustu hryllingsmyndina. Og í þeirri mynd það er hann að elda allir með svona myndavél og taka þau upp. Og hún er rosa flott, rosa svona alveg mjög góð hryllingsmynd í alvörinni. En hins vegar fólk alltaf að tala að taka upp á Íslandi, nefnilega ég kynntist klámstjörnunni Nadia White sem var einmitt sjálfboðilega hjá Troma, sem er alveg rosa að finna að ég hef aldrei heyrt hana áður, en hún er alveg rosalega fræg, sérstaklega í Austur-Evrópu. Það er einmitt fara nafni Nadia, hún heitir það ekki alvörinni. Nei, hver vill heita sínu rétta nafni í klámmyndum ef þú leikur í klámmyndum? Nefnilega. Það sé ekki vinsælt. En hún er víst ágætlega vinsæl segi ég, og því ég kynntist henni hana þá bara fór hún að tala það bara og hún vildi taka upp klámmynd á Íslandi. Sem ég held að, ég man ekki hvernig lögin okkar eru, en ég held að var hann það voru ekki, minnst hvort ég gera 2 svona bláar myndir, ljósbláar sem held ég var sýnd á Skjá 1 sinni tíma, eitthvað fyrir 15 ára með eitthvað. Ég man þetta ekki alveg, ég er ekki alveg með það voru held ég mjög misheppnaðar, það var mjög mikið gert grín að þeim, það voru illa leiknar og eitthvað svona sem er reyndar eiginlega standard fyrir klámmyndir yfir höfuð. Ég held að þið voru að reyna að gera bara allt of svona venjulega bláa mynd og verðin þess að var á íslensku þá fór fólki svona, fannst það smá svona asnaleg. En hún fór að tala það og hún fór að tala um svörtu ströndunum okkar og bara svona, hvað er gaman að taka upp mynd þar. Það er eitthvað ískalt að vera eitthvað berrasaðar á ströndinni, eitthvað reynisfjör og svo kemur alda á þau og þau krókna. Og ég sem svona íslenski liaison sagði svona, sjá hvað þetta gert, kannski. Ég held ekki að þið getið lokað reynisfjöru fyrir túristum en takið upp klám í fjörunni þar, sko. Nei, örugglega ekki. Því annarkvort þyrftu að hafa það fyrir allra augum eða sleppa því. Ég held að Nadia myndi ekki hafa neitt á móti því, en ég er nóg meðvirkur og ég gæti ekki sagt bara, nei, ég held ekki. Ég þurfti kannski sjá hvað þetta ég þekki þetta ekki, en ég held að séu einhver lög formlega að allt klám sé bannað á Íslandi sem ekki farið eftir, þú veist að tæknilega sé það máttu held ég ekki eins og selja klámblöð í búðum sem náttúrulega brotið á hverjum degi, en það tæknilega sem máttu það held ég ekki. Já, það er þetta, ég held að bleikt og blátt er löngu farið á hausinn, en það og þessar íslensku myndir var þannig séð ljósblátt og ég held að það þannig var það ekki bleikt og blátt innihélt alveg það sem að myndi flokkast sem alvöru klám og ekki ljósblátt, bara alvöru klám sko á tímabili. Eigum við kannski að hætta að tala en það sem ég mæli með er að checka á The Last Horror Film, það sýnir hvernig Cannes-hátíðin var 1981 meina ég, og það virkilega sýnir líka meira hvernig hátíðin hefur breyst. Það er líka til önnur mynd sem Troma gerði sem heitir All the Love You Can, sem er heimildamynd þegar Troma fer að auglýsa myndina Toxic Avenger 4 í Cannes árið 2000 fyrir 17 árum. Og þessar báðarsmyndir eru til á youtube.com/Troma-movies, þar sem þeir eru búin að setja 350 myndina sínar. Það hafa gert 800 myndir allt í allt, en þeir eru með 350 myndir sem ættir að horfa ókeypis á YouTube. Þar með þessar 2 myndir. Og All the Love You Can og The Last Horror Film sýnir bara hversu langt Troma gat farið í gamla daga. Sérstaklega í All the Love You Can, þú veist, það er fólk eru við að endurskapa atriðu myndinni til að auglýsa hana og það er fólk svona með gervibyssur að skjóta hvort annað bara á nálægt rauðarreglunum og kasta blóð út allt, og ég held að það kemur fram í myndinni að þau þurftu að borga eitthvað 15.000 króna sekt
það kom blóð á rauðadregnum. Já, bara fyrir sóðaskap. Já, fyrir sóðaskapin, sko. Já, núna allir svo hrættir ef einhver með gerfibyssu þá bara teklar lögganan. Eða gerfiblóð líka, eins og ég segja að fólk var handtekið fyrir að vera útátað í gerfiblóði fyrir einhverju mánuði síðan. Þetta er náttúrulega erfitt fyrir tróma því að tróma byggist á svona í rauninni ýktu, ofgerðu ofbeldi sem svo í rauninni ýkt að það hættir að vera í rauninni hryllilegt og verður meira svona kjánalegt. Það aldrei undir einum kringumstæðum myndir sjá eitthvað tróma sérstaklega þegar að gera svona út á götunum og hugsa svona, vá, þetta alvöru. Já. En hins vegar löggan myndir stoppa það strax. Eins og segið, þau vorum dansandi uppbækingar með mjög gerfileg sára okkur, þá kom löggan og sagði bara nei. Þóttu vorum búin að fá leyfi í það bara 5 mínútum undan. Já, það líka frekar fáránlegt því það bara ekkert svo ólíkt því að vera bara í einhverju skrúðgöngu þar sem að þú ert að leika dýr, þar sem þú ert að leika sprotana eða eitthvað, skilurðu á 17. júní eða eitthvað svoleiðis eða múmínálfana eða eitthvað. Og það voru skrúðgöngur í gangi á fullu sem aðrir fóru franskar kvikmyndar fyrirtæki að auglýsa myndina sína og það var fólk með grímur og byssur og allt þessa hluti sem maður hugsaði bara svona, ég skil þetta ekki neitt. Og það hafði þetta gríðarlega áhrif á okkur en þess að við vorum að frumsýna myndina, vorum með 3 sýningar og við náðum aldrei að fylla salin sem bara þetta fyrsta sinn í sögu tróma þar sem við ekki náða minnstakosti á frumsýningadegi haft fullan sal af fólki. En mun þá tróma jafnvel bara röklast frá kann? Það gæti verið, sérstaklega þessum stóru fyrirtækjarnir byrjaði að gera líka, Disney var hana bara að auglýsa Pirates of the Caribbean, það voru ekki með neina mynd í sýningu. Viacom eða Paramount var bara með Transformers 5 sem er daldið mikið svona hvað er mikið slett sama daldið svona attitude myndi ég að segja og Time Warner voru ekki svona staðnum og Warner Brothers sem þú veist eru oft kallaðir Slime Warner hjá Tróma þeir ekkert Tróma fílaði okkur tjellaði mikið en samt sem áður þá eru þeir búin að vera stór hluti af kannhátíðinni síðan held ég síðan hún byrjaði og það er rosa stór missir þegar svona stóru fyrirtækin eru farin og fólk gleymir ofta að þetta er ekki aðeins kvikmyndi að gera hátíð, þetta er líka markaður og þegar maður var að taka hátíð markaðanum 2013, það voru öll þessi fyrirtæki, þú veist, með svona sin eigin svona bás að auglýsa bíómyndir og að selja bíómyndir klara markaðara, þú veist, ég fór hana núna að auglýsa að selja trómamyndinar og einu fyrirtækinu í markaðanum með þessa bása voru asísk fyrirtæki að reyna að selja til Evrópalanda, þú veist, það var Kína, Japan, Taiwan, Filippseyjar, Thailand og þessi svona minni lönd í Austur-Evrópu, Uzbekistan og allt þannig Íran var hana líka, þetta var bara svona það voru engin stór bandarísk fyrirtæki það voru engin stór evrósk fyrirtæki það var bara í rauninni Asíumarkaðurinn svona það voru eitt fyrirtæki frá Rússlandi þetta voru bara svona aðal asísku fyrirtæki en svona reyna svona að koma sér inn á evróska markaðinn bara svona, hei, kannski er ykkur Frakklandar sem vil kaupa allar Jackie Chan myndinar og fólk frá Indlandi og Pakistan líka og Ísrael, þetta voru þessi lönd sem voru að reyna að selja til Evrópumarkaðinn. Ég hef búin að vera að horfa stundum á svona asískar bíómyndir frá asískum fyrirtækjum, framleiðendum og það eru oftar en ekki mjög illa talsettar. Já. Það er alveg skelfilegt horfa á talsetningunum í þeim og það er bara svona eins og þú sért að fylgjast með sko, þá er það þeirra tungumáli sko, bara þú veist á því tungumáli sem myndi kemur út en ef svo illa talsetta lítur út fyrir að sé sett á einhverju öðru tungumáli skilurðu? Það er auðvitað sem gerist oft með Hong Kong myndir ef þú ert að taka upp mynd og bara við hliðina þú að taka upp hina myndina svo þú tekur aldrei upp hljóð á staðnum og síðan eins og í Kína það er 5 eða 6 tungumál aðalega kantonísku og mandarín og það er auðvitað sagt sko Jackie Chan hann lærði kantonísku og hann kann að tala mandarín en þú spyrði eitthvað sem kann að tala mandarín og segir nei, Jackie Chan kann ekki tala mandarín svo við reynir alltaf að fá okkur annan til að talsetja fyrir hann til dæmis þegar þú ert að gefa myndina út á því tungumáli sem asnalegt að því að þú þekkir alveg röddinn Jackie Chan þannig að þegar þú ert að horfa á myndina þá er hún bara svona leiðileg Já, það er alltaf mjög skrítið að horfa á Jackie Chan fór ekki að talsetja sjálfan sig fyrir 1986 upp af því var eitthvað annar að talsetja hann meira svo kantonísku sem er hans móður tungumál það er bara þannig að var markaðurinn settur upp hann í Kína og Hong Kong En er þetta ekki, hvernig það er alltaf færri og færri að koma á kannuna þetta er væntanlega minna vegna öryggisdótsins og meira bara vegna markaðarins einhvern veginn að þetta er hægt að borga sig fyrir fyrirtæki. Það bara tekur því ekki lengur ef þú er stort fyrirtæki þá ertu nú þegar komið með markað, þú ert með Netflix þú ert með streaming, þú ert með Hulu þú ert með alla þessa hluti og þú ert rauninni bara að tapa pening, það er alltaf verið þannig að öll fyrirtæki Tróma og öll stóru fyrirtækin líka þú tapar pening á fardikan og það er bara þetta er meira svona hefð og þetta er allt eitthvað gróðið þú getur gert rosa góða díla við önnur lönd
eins og við vorum á Tróma vorum að tala við fyrirtæki frá Taiwan að gefa myndinir á Tróma og það gæti verið að við myndum aldrei ná neina svona samskiptum við fyrirtæki í Taiwan nema á Cannes en við höfum kannski aldrei ná heldur samskipti við þá ef að vanta ekki all hinn stóru fyrirtækin þess vegna eru þessi litlu ennþá að koma þess að svona ok, ef enginn ætlar að mæta þá getur ég kannski grætt. Já, og þá getur þið sett á í rauninni, þá getur sagt við vorum á Cannes af því að þetta ennþá svona eitthvað sem fólk tengir við þessi stórt nafn. Þannig að þetta er svona tækifærismennska líka sko. Já. Og fyrir utan þessar asísku myndir það voru rosa mikið af svona myndir að herma eftir Pixar myndunum. Svona, núna eru til þessar bílamyndir og flugmyndir þess að við séum svona lifandi bílar, lifandi flugvélar það voru svona 80 þannig bíómyndir það sem allir voru svona og stundum voru að láta lítið út eins og ég var að sína, ég var að labba með vinnum mínum og svona, er Pixar með básina? Nei svo annarkvort er fólk sko að kaupa réttin á sem myndum óvart haldandi þessi Pixar eða kaupa réttin í þeim tilgangi að plata aðra þessi Pixar. Já, það voru svo margar svona myndir að ég held að það hefur verið skylda til að setja eitthvað límið að ekki Disney, not Disney áfyllt á svona myndum. Því miður var hann ekki til staðar hann í Cannes. Já, en það var eitthvað svona mál með þetta að það var verið að gera svo mikið af svona Pixar og Disney eftirhermum sem eru bara til þess að einhver foreldri er búin að sjá, já, það er svona bílamynd frá Disney eða eitthvað og það sér aðra mynd sem er ekki Disney og kaupir hana handa krakkanum sínum í ammælisgjöf eða eitthvað svoleiðis. Að það er einmitt eins og segir eitthvað svona bílar, það var eitthvað sem hét litli panda bardagamæðurinn sem átti að vera eftir hann að kung fu panda og eru ömulega með alltaf sögutræð og það er svo mikið af þessu það er hvert einasta sem þú ert með þú veist það er eitthvað skordýramynd og mauramynd og þá er eitthvað önnur svona aðeins lélegri mauramynd aðeins lélegri bíflugumynd aðeins og við vorum með myndina Pixar mynd sem heit Bílar og hann var myndin Finnu litlu bílanir og svona þetta var alveg bara ræðilegt og stundum voruð með alveg stóra leikara Bill Paxton, þetta senustu myndunum hans var hana sem var bara eitthvað svona mjög asnaleg tölvugerð draslimynd á þess að vera ofleiðilegu við hann Paxton okkar en þetta var rosalegt sko, þetta leiti út þess að fólk hafi verið plataði að gera einhverja mynd og fólk var bara svona að reyna að selja þeir og það var svona allir svona ókeimir á því að sjá það en síðan voru fullt af góðum asísku myndum en að reyna að fá einhverja fjárhagsstoð eða reyna að fá svona af evrópska markaði og maður vonar kannski að það er til rosa mikið af góðum asísku myndum þótt þess að Jói segir að margar er mjög illa talsettar þá kannski einmitt ef ykkur næri að gera góðan business deal þá er hægt að talsetja það rétt kannski. Já, það er kannski peningin sem maður vantar upp á í akkurat þetta. Já, og það var einmitt að reyna að selja allar gömlu Bruce Lee myndinar og gömlu Jackie Chan myndinar og líka nýjustu myndinar. Það er hann að Jackie Chan að gera myndina Kung Fu Yoga sem er fyrsta Bollywood myndin hans, gerði í Indlandi og hún var tekin upp á Íslandi að hluta til. No. Þeir heila hringi það Splanda, sko, allir vilja taka upp á Íslandi. Hvar var hann tekin upp, veistu það? Ég held að tók upp á Vatnajökli. Já, það er svona alveg sérstaklega staður sko. Já, og það er alveg flott að með indverska mynd með kínverskum leikurum að það ferur til Íslands, það er svona fyrsta hugmyndin. Já, þetta er mjög langsótt en hérna kemur örugglega ágætlega út. En það með, þetta var rosa skrítið með, þetta var svona aðeimitt og margir sem ég voru að tóku undir að hátíðin er svona hægt og rólega að verða minni og það er myndum að halda það sé með tíminn til að sína smá virðingu fyrir Tróma sem er búin að vera þannig síðan 1971 að þá svona ekki er verið að útilokað frá hátíðinni þegar allir aðrir eru að hætta við að mæta. Já, þegar allir þessi stóru eru farnir að hætta að þá leyfa Tróma svolítið að njóta sín. Nefnilega. Já. En þetta þegar á seinasta deginum okkar þá kom löggan og vinkaði okkur og sagði sjáumst næsta ár. Svo þetta... Ætlar þú að borga flugmiðan mín þá þegar ég má ekki einu sinni dansa í zombie búningum mínum? Maður sér til hvort maður ég sagði orðrétt að ég held að ég ætla ekki að fara til Frakklands aftur en síðan samt varum að koma inn í það svona erum við ekki alltaf að fara næsta ár líka? Nei, þú veist ekki á hverju þau sögðu þetta sjáumst á næsta ári þau voru að sjá viðbröðin ykkar sko þannig að ef þeir segja já, ok, þá þurfa að vera betur undirbúin næst. En talaði löggan þá að minnst ensku við ykkur? Við vorum með sko 2 frakka með okkur sem voru svona Nico Pras er aðal frakkinn og hann er svona gauðin sem heldur Tróma uppi í Frakklandi eitt af framleiðandunum okkar hefur gert nokkra heimildarmyndir með okkur allt hann rosa góður kvikmyndagerðarmaður og það var alltaf raunin sko þegar hann var fór löggan minna í okkur þú veist við vorum alltaf að stoppa á allt hann þegar leiða var ykkur sem talaði frönsku og að tala við þá var svona ok við þurfum að halda ykkur hann í 5 mínútur og við tölum í talsendingastöðun til að vera vissum allt sé í lagi en síðan munum við leiða ykkur að labba en síðan sko þau vorum bara einir að labba þá voru kastlaðir upp í vegg
og þurftum að taka upp vegabrifin okkar og var kannski eitt sem talaði bara ensku og allir að öskra okkur eitthvað á frönsku eins og við myndi allir að fara að skilja hana þótt að það er öskra á mann. Ég veit að frakkar eru svolítið sérstaklega svona og líka Quebec frakkar sko. Já, og ég sagði einu sinni þegar þið lét alltaf eins og þið vissi aldrei akkur vorum það, komað svona, akkur er þið með skilti, er þetta pólitískt, er þetta mótmæla, hvað er það að gera? Og einhvern tíma sko þegar við vorum kastar upp í vegg þá sögðum við bara svona, við erum tróma, við komum hérna árlega og kom einhvern og sagði bara, ég veit. Ég er samt að vera leiðilegur. Já, það var svona, ef þú veist það átti ekki að heiða þér svona. Ég hef lendið þessi við frakka sko að hann tala bara svona hrafli frönsku og þá spyr hann á frönsku, talar kannski eitthvað annað tungumál en frönska, fyrir ég talaði greinilega lélega frönsku og þá segir ég bara ensku, já ég tala ensku þú veist eitthvað svona, þá skammar mig fyrir að hei maður talar ekki ensku í Frakklandi maður talar frönsku í Frakklandi þannig að hann skammar mig fyrir allt, alveg sem að hvað ég gerði reyfukjaft. Þetta er svona hægt og rólega að breytast, þannig að kenningi mín er að vinna að Frakkland var svona keisaraveldi og þá er enska svona, annað svona brand og mátti, svona, Frakkland var að reyna að láta alla aðra að tala frönsku á tímabundi. Það var svona samkeppni milli hvor næða að þvinga frönsku yfir heiminn eða ensku. Já, og saman þetta líka með spænsku, allir voru svona, nei, ég er með mitt keisaraveldi, allir er að tala mitt tungumál. Já, með þessi portugalska. Sko. Já, svo þetta er svona hægt og rólega er Frakkamann átt að sagði svona, við erum ekki lengur keisaraveldi. Nei, enskan var neila bara. Já, og það Sættum okkur við það. Og það er einmitt svona, þessi nýjasta kynslóð sem kemur svona aðeins á eftir mér, kannski fólk fætt 90, 91, 92 það er fólk sem kann bara reybrennandi ensku og þetta er svona hægt og rólega að breytast. En flæðiskerið, það er öndarunni í dag. Já. Jóhann Kristján heiti ég og Bjarni Gautur, þú baðst lag hérna í auglýsingarhinu sem að líktist þú varst talað að þeir eru svolítið líkir hérna Daft Punk. Daft Punk fekk hugmyndina að vera með svona grímur af þeim. Já, þannig að við skulum bara heyra í þeim hérna, þeir heita Space og lagið það heitir Magic Fly. Yay! Rósi ástaftur eftir viku. Takk fyrir í dag. Bless.